Þess að fara yfir ITUC þingið sem að við sóttum nokkur frá ASÍ í byrjun mánaðarins og segja ykkur frá hvað ITUC hvað alþjóðasamtök þetta eru fyrsta lagi, hvernig er uppbyggð, hvað var til umfjöllunar á þinginu sem er kannski það áhugaverðasta. Maður sjá, þarna kemur það. En ITUC er International Trade Union Confederation. Þetta er alheimssamtök verkalýðsfélaga allan heim. Stundum kallað CSI sem hérna, held ég franska þýðingin á ITUC. Allavega inni í þessum heildarsamtökum eru 332 stéttarfélögum allan heim frá 163 löndum og það er nú hérna ágætis árangur að hafa náð þeim. Það er lagt mjög mikið upp úr því að stéttarfélögin séu óháð, það er að segja að þau séu ekki búin til af einhverju fyrirtækjum, þau séu ekki búin til af stjórnvöldum eða jafnvel atvinnurekendum. Þannig að þau séu sjálfsprottin, þetta sé sannarlega vinnandi fólk sem hefur bundið samtökum og í einhverju tilviku þarf að reka félög út úr þessum alheimssamtökum þar sem þau eru komin í rauninni undir hælinn á einhverjum ríkisstjórnum og búið að hreinsa út þá sem eru þar upp úr grasrótinni. En það er talað að þessi stéttarfélög séu fulltrúar 207 milljón vinnandi manns í heiminum sem er ágætt. Á þessu þingi voru fulltrúar 105 milljón vinnandi fólks í heiminum. Þannig að þetta er svona almennt talið stærstu mannréttindar og friðarsamtök í heimi sem að við höfum aðild að, það er bara alveg ágætt. BHM sótti aðild og er komið þarna inn og er eitt svona nýjasta stéttarfélag en þau senda ekki fulltrúa á þingi. Aðeins til að gefa ykkur hugmynd stærðina og breiddina og víddina. Það eru til að meta minnstu félögin sem er aðild að ITUC eru verkalýðsfélag Trinidad og Tobago með 500 félaga. Síðan er verkalýðsfélag Vatíkansins með 1000 félaga. En stærst eru síðan Rússland og Indland. Rússland með 27,8 milljón félaga og Indland með 34,6 milljón félagsmenn alþjóðasambandi. Og við fórum með okkar 103.000 atkvæði inn á þetta þing. Vorum náttúrulega dropi í hafið í atkvæðagreiðslum og það sem mestu máli skipti var það sem var sagt á þinginu hvernig þeir stóru greiða atkvæði. Þingin eru haldin á 4 ára fresti og fulltrúar frá Íslandi, frá ASÍ voru ég og Guðrún Ágústa og Berglind Hafsteins, Kristján Þórður og Magnús M. Nordal. Þetta var þannig að þetta er 5. þing, þannig að við þurftum svolítið að skipta með okkur verkum, það gátu ekki allir verið úti allan tíma. Þannig að við áttum 4 fulltrúa sem við bara svona róturum aðeins. Á einhver tímabúti tók Magnús til dæmis við af Berglindi sem fulltrúi, en eins og við vitið það Berglind Hafsteinsdóttir, formaður Flugfreyjufélags Íslands og formaður alþjóðanefndar ASÍ. Þarna voru Sonja Þorbergs og Helga Jóns frá BSRB og síðan var Gylfi Arnbjörnsson beðinn af Norðurlandasamtökunum sem við höfum aðild að, NFS, að vera þarna svona eiginlega sem starfsmaður Norðurlandana. Það var þannig að Norðurlöndin hófu hvern einasta morgun á því að hittast klukkan 8 og fara yfir stöðu dagsins, hvað áherslur væri, hvernig gengi að fá inn okkar fólk í stjórnir og nefndir og ráð og allt það. Og hvernig pólitíkin lægi í þessu öllu saman. Af því að ef að Norðurlöndin eiga að hafa roð í einhverjum þá þurfa þau að vera sameinuð og það er nú töluvert sameiginlegt með okkar Norðurlandabúum. Og þarna myndin eru fulltrúarnir og ef þið rýnir vel í myndina þá má sjá þetta Kristján Bragason líka. Og fyrir framan hann ég og Shanna Burrow sem er framkvæmdastjóri þingsins og var góðu heilli endurkjörin sem framkvæmdastjóri á þessu þingi. Enda hefur hún unnið mikið og gott starf og ég var allavega mjög heilluð af henni og hennar svona skýru sýn og róttækni þarna á þessu þingi.
Ég hugsa að þessi tölvöld henni að þakka hvað þetta voru góðar ályktanir og góð vinna. Þess að við fyrir í stóru myndina, það sem kemur fram í skýrslunni og drögum ályktunum þarna í aðdragandanum, eru 80% af arði heimsins ratar í vasa 10% skráðra fyrirtækjamarkaði, það er að segja þau verðmæti sem vinnandi fólk býr til í heiminum ratar í vasa svona hárra fyrirtækjamarkaði. 45 milljón manns eru þrælar. Í þeim fyrirlesturum sem ég hef haldið í gegnum árinu varðandi mansal, þá hef ég talað 21 milljón. Það eru tölur frá 2013, minnum mig, þannig að það hallar undan fæti þar. Það sem verða algengara stórfyrirtæki vébengja rétt fólk til að mynda stéttarfélög og ná fram kröfum sínum með verkfallsvopninu. Þetta eru þau tvö réttindi sem verkalýðsfélög allan heim eru grundvöldu á, það er að segja réttin til þess að búa til verkalýðsfélag, taka þátt í verkalýðsfélagi og rétturinn til að fara í verkfall. Og það var nú þannig að forstjóri Samsung var valinn versti yfirmaður heims á þessu þingi af því að hann hefur átt mjög erfitt með að viðurkenna tilvist stéttarfélaga, hefur unnið gegn þeim. Það eru fleiri stórfyrirtæki sem eru farin að beita sér gegn stéttarfélögum. Indigo sem nú í viðræðum við að kaupa WOW er eitt þeirra. Amazon annað og Ryanair. Nei, fyrirgeðu, það var forstjóri Ryanair sem var kjörinn versti yfirmaður heims en forstjóri Samsung var í þessum hópi líka. Í 59 löndum hafa verkalýðsleiðtogar verið handsamaðir undanfarin ár og í 65 löndum hefur ofbeldi og hótunum gagnvart vinnandi fólki aukist. Þannig að það er ekki alveg, mann líður nú stundum eins og verandi í smá lúxus hérna á Íslandi að þau eru ekki að hætta lífi og lifum til að taka þátt í stéttarfélagabaráttu. En þannig er það svo sannarlega ekki alls staðar í heiminum og það er að sjálfsögðu okkur í hag að koma okkar bræðrum og systrum til hjálpar í þessu af því að annars flytja fyrirtæki sig bara alltaf það sem er ekki stéttarfélög og þess vegna er það öllum í hag að byggja upp stéttarfélög sem víðast, vera í þessi bestu tengslum, koma saman og horfa á stóru myndina. Þetta skiptist í nokkra flokka og þetta er þessi ályktun, ég heldur að enda í svona 40 blaðsíðum eða eitthvað. Ég bara tíndi út inn í þessa 4 yfirflokka sem voru og tíndi út það sem mér fannst áhugaverðast og mikilvægast. Þannig að við tölum að þessu frið, lýðræði og mannréttindi að þá er þetta, eins og ég sagði, þetta er friðarsamtök, þau vinna fyrir friði, þau vinna fyrir afvopnun. Þau segja að ómiklu peningar fara í vopnakaup og vopnaframleiðslu og of litlir peningar í innviði og velferð og búa til góð störf. Þannig að það er beinlega sagt í ályktuninni að draga úr vopnvæðingu og setja í velferðarkerfið. Auk þess var undirskrift kjarnorkuafvopnun í gangi á þinginu. Það er viðurkennt að uppspretta hryðjuverka er ójöfnur og ósanngjörn skilyrði, þau frústrasjón og það sá vanmáttur sem sumir finna fyrir, endar því miður stundum með það að fólk fer yfir á myrkurhliðina og sérstaklega þegar heilu þjóðarbrotin eru kúguð. Það var að tala um Palestínu verið frjálst. Það var að tala líka að leysa Lula, fyrrverandi forseta Brasilíu úr fangelsi. Hann er gamall verkalýðsleiðtogi líka. Lýðræði verði aukið, réttur til að skipuleggja stéttarfélög og beita verkföllum, það er svona rauði þráðurinn, hann verði varinn alltaf. Hættur að draga á réttindi vinnandi fólks með breytingum vinnulöggjöf og einkavæðingu grunnstoða. Þetta hefur verið þróun í mörgum löndum. Það er svona verið að hakka þessi í vinnulöggjöfuna, það er aðeins verið að draga úr réttindum stöðu. Nú og síðan er staðan í Katar alltaf til umfjöllunar á alþjóðavettvangi stéttarfélaga. Það búið að vera fullkomlega óviðunandi aðstaða, það er eitthvað aðeins verið að bæta úr, en þetta er að sjá alvarlegar afleiðingar spillingarinnar innan FIFA
þegar það var ákveðið þessi vita vonlausa ákvörðun að vera með heimsmeistaramótið í knattspyrnu 2022 í Katar. Og ég bara man ekki tölun á þrælum sem eru þar í vinnu við að útbúa loftkelda inn í íþróttavellina til skemmtunar fyrir heimsbyggðina. Síðast ég vissi það var búið að samþykkja að alþjóðlega verkalýðshreyfingin hefði eftirlit þarna á staðnum. En ég held að það hefði verið mjög brattan að sækja að gera þetta viðunandi aðstæður. Nú böndu komið á fjármálavald. Það hefur verið að hafna þessu þrýstingi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, Alþjóðabankans og annarra nýfrjálshyggjustofnana að alltaf þegar lönd lenda í einhver vandræði með kreppu þá alltaf fyrsta viðbrögð að fara að selja innviðina. Það nú eitt af því sem tókst að koma í veg fyrir hérna á Íslandi, þó sannarlega hafi verið þrýstingur til að gera það. En ef við tökum Grikkland sem dæmi, ég held að sé get koparvír í lestakerfi Grikkland sem hefur ekki verið seldur núna. Við erum að tala um orkuna, vatnið, eyjarnar, samgöngurnar. Við erum að tala um að bara nánast allt hefur verið sett á útsölu. Einkavæðingin, það sagt að einkavæðingin hafi aukið ójöfnuð, fært fjármagn til stórfyrirtækja, dregið úr launum og öryggi starfsfólks og þess vegna þarf að snúa af þeirri braut. Það talað að það ákveðin kerfi sem eiga verið opinber eigu, heilbrigðiskerfi, menntakerfi, dómskerfið og réttlætiskerfi, það er nú eins gott að það sé ekki einkavætt og síðan norskukerfi. Nú, það var slagorð þarna úti, World needs a pay raise, það þarf bara almennt að hækka lágmarkslaun í heiminum og koma á keðjuábyrgð og þá verið að tala ekki bara það sem við vitum eitthvað verkefni í byggingu og einhverju undirverktakar, heldur þá verið að tala virðiskeðjuna, það er að segja að það sé ábyrgð í allri virðiskeðjunni. Þannig að þú getur ekki fríaði ábyrgð með því að flytja inn bara markvisst einhver efni sem hefur verið unnin í þrælavinnu og þó að þú séu saumuð úr efnunum með ásættulegum hætti. Þannig að það þarf að skoða alla virðiskeðjuna, hvernig verður varan til og hver er aðbúnaður þeirra sem vinna við öll stig þessara vöru. Það sem var áhugavert var að hafa talað samræmdan tekjuskatt, það eru 25% heim allan og þetta hlýtur að hljóma afskaplega vel í okkar eyrum. Við reyndar höfum lagt upp úr því að fjármagnstekjuskattur verði aðeins hærri, en þetta er ágætis skref. Sanngjarnar breytingar á vinnumarkaði, það var tæknivæðingin og allt það. Það er talað 1 af hverjum 6 starfandi í Evrópu sé undir fátæktarmörkum og þá erum við að tala vinnandi fólk, vinnandi fátækt fólk. Það eru sömu ágjörur alls staðar í heiminum eins og við hérna, það er los á ráðningarsamböndum, stéttarfélög þurfa að finna einhverja leið til að taka utan þetta fólk sem er að vinna hjá Airbnb, Uber og allt það og er ekki endilega með einhver föst ráðningarsambönd, heldur að vinna hjá fyrirtæki sem í rauninni eigi ekki neitt, heldur eru bara meðla einhverju þjónustu og vöru. Það er styttingu vinnuvikunar, að viðbrögð við tæknivæðingu eigi að vera styttingu vinnuvikunar. Og síðan náttúrulega eru töluverðar áhyggjur af loftslagsbreytingum, að þær verði til þess að auka ójöfnuð bæði innan hvers ríkis og síðan eins á milli ríkja. Af því að við vitum að þá koma loftslagsbreytingarnar mjög harkalega niður á sumum svæðum nú þegar, á meðan við hérna á Íslandi erum ekki farin að sjá mjög alvarlegar afleiðingar af þeim það. Nú síðasta glæran, ég vona að ég sé ekki farin langt yfir tímann, er jafnrétti og það er verið að tala um jafnrétti í mjög víðu samhengi, kynjamisrétti, rasismar, fordómar gagnvart samkynhneigðum, trans, aldursfordómar, fordómar gagnvart fólki með fötlun og svo framvegis. Það sem ég mjög áhugavert er að það verður viðurkennt að 9% af vinnuframlagi heimsins eru ólaunuð umönnunarstörf, það segja þau störf sem konur að mestu hluta til vinna inn á heimilum, sjá börn og aldraða og svo framvegis. Launamisrétti kynjanna í heiminum öllum er 23% og hefur haggast held í 1% síðustu 20 ára, það gengur ekki neitt að vinna gegn þessu.
Það var verið að þrýsta á Alþjóða vinnumálastofnunina að koma samþykkt gegn kynjuðu ofbeldi. Okkar fulltrúi þar er Magnús Norðdahl. Hann verður á þinginu núna sem er alltaf í maí-júní og mun vonandi hafa tækifæri til að koma að þessari vinnu að það leggja fyrir drög að samþykkt gegn kynjuðu ofbeldi á vinnustöðum og það er bein afleiðing af MeToo umræði og fleiri reyndar umræða var hafin fyrr. Það er mjög mikið talað domestic workers, það er stórstétt í heiminum, fulltrúar konur sem vinna inn á heimilum annarra sem er bara þernur eða barnapíur af því að leið og velferðarkerfin fara að láta á sjá að þá náttúrulega kemur það til kasta kvenna að vera í engu starfi eða ólaunuðu starfi eða fá lítið laun fyrir það að sjá börn sína einu og annarra. Réttindi hælisleitenda og flóttafólks á vinnumarkaði verið tryggð og svo er ágætt að minna það að 85% flóttafólks býr í þróunarlöndum. Við velmegunarlöndin hafa ekki verið að axla okkar byrðar í því. Heldur eru flest flóttafólk frá Sýrlandi til dæmis í Líbanon sem er og Tyrklandi. Ég held að ég láti þessu loki bara með fallegri mynd Guðrún Ágústu þar sem hún er að kynna jafnlaunastaðalinn og reynda svolítið fyndið að vera þarna í miðri klaustursumræðu að tala fyrir jafnrétti sem einhverju boðbera jafnréttis frá Íslandi. Mörgum þótti undirlegt en það þarf að gera meira gott þykir.